Einar, sigur í hörkuleik, hversu mikilvægt það fyrir liðið þitt að koma út með tvöfaldskap fyrir svona baráttu? Bara mjög. Við vissum að Valsliðið mjög sterkt. Það miklu meiri dýpt í Valsliðinu heldur en síðasta vetur og maður sér það alveg bara í þessum fyrstu leikjum. Bandaríkjamenn töluvert sterkari heldur en svo sem þær höfðu síðasta vetur og mér fannst þær eiga bara frusu leik. Þannig að bánsa tilbaka hérna nokkru sinnum. Þær voru leiðandi svona á góðum köflum. Við náum á ykkur 6-7 stig í forystu, missum það niður og komum aftur tilbaka. Bara gríðarlega sterkt á erfiðum útivelli. Sjálfur með gífurlega hæfileikaríkt lið í höndunum, ykkur spáð efsta sætinu í deildinni. Þeir eru með umdeilanlega tvo bestu leikmenn deildarinnar í Dani og Brittany. Hvernig er gangað að púsla saman sóknarleik með tvær svona stjörnur ef ég má svo vera að koma? Bara mjög vel. Þær eru náttúrulega bara, þær eru engin börn og eru með mjög skýr markmið. Þær eru ekki að eltast við statið sitt eða eitthvað heldur. Þær vilja vera í sigurliði og ég fann það bara í vor þegar við tókum spjallið við þær báðar að þetta væri eitthvað sem myndi virka mjög vel fyrir okkur og bara þessir æfingarleiki sem við erum búin að spila bæði í Svíþjóð og hérna heima og svo núna inn í mótið bara líst mér alveg ofboðslega vel á. Fleiri hæfileikaríkir líka að sjálfsögðu séu þetta að fá inn og taka inn heilunni líka og þetta bæta hinn eins og í þessu leik. Ég var ekkert að meina það var alveg spilað upp á eins og Kristu og Helenu og Huldu og fleiri. Það virðist allir að taka þátt í sókninni. Já, ég held að konseptið sem slíkt sé ekkert eitthvað gjöra ólíkt því sem við vorum með í fyrra vegna þess að Dani náttúrulega bara playmaker nr. 1 sko. Auðvitað hún að skora fyrir okkur en það alveg leikir þar sem hún bara meira að spila aðra uppi og hún í stóru hlutverki varnarlega og frákasta vel fyrir okkur þannig að ég hef ekki áhyggjur af jafnvæginu og eins og þú segir, við vitum sem að við þurfum að fá framlag úr ýmsum áttum. Það ekkert alltaf þær sömu. Það var styrkurinn okkar síðastliðið vetur og við ætlum að láta það tikka áfram og Helena náttúrulega bara frábær viðbót í þann hóp. Þeir sér tveimur umferðum Stjarnan í fyrstu umferðinni og svo Valur hérna bara á virkilega erfiðum útivelli og hlýtur að vera bara nokkuð sáttur með að vera með 2 sigra í fast skipti. Já, mjög. Við gerum það alveg svona bara í sumar þegar maður sá niðurröðina. Það er ekkert best í heimi að fá 2 útileiki í startið og þetta eru svona 2 lið sem ég sá fyrir mér að væri lið svona sem að Valsliðið eins og það manna í dag bara klárlega lið sem að fara að fæta fyrir því að reyna að gera bara allir á topp 4 alveg klárlega fyrir mér og Stjarnan svona lið sem spurningamerki, auðvitað breytingar, Kolla farið til Þýskalands og allt þetta en mikið potential í því liði og lið sem ég held að sé að miða miklu herra heldur en Spátnagáfur og þannig að fara á þessa útivelluna í sigra það er bara mjög ánægjulegt. Fyrir þakkir Einar og gangi ykkur vel bara með framhaldið. Takk fyrir. Takk.